ég að mörguleiti áfellist ekki Gunnar Smára fyrir að fara svo villur vegar hugmyndafræðilega að geta ekki átt umræður þetta án þess að einhvern veginn þetta sama sem nasismi. Þú veist. Þetta raunverulega, mér finnst þetta bara svona lýsa, fattaru, mér finnst þetta bara lýsa því að bara þetta nasismi. Ég ætla ekki að ræða þetta, þú veist. Jafnvel þótt að ég finn eitthvað athugavert í þróunina í útlendingamálum, en það nasismi að ræða, þannig ég ætla ekki að gera það. Þú veist, það eru, að því ég var að tala með náðan, það eru leksjur sem við drögum af sögulegum stórslysum og tökum og gerum að dogma og gerum að einhvers svona trúarlegum kennisetningum hið opna samfélag. Þá bara má ekkert verða til þess að skyggja á þá útópísku sýn að það geti bara hver sem komið, í hvaða magna sem hvernig sem og það verði allt frábært og það verði engar neikvæðar afleiðingar. Það dogmað, skilur, að segja sér það, skilur. Ég held að langflestir séu að víkja svolítið frá þessu eða svona allavega að leyfa sér að fatta að ok, ég get alveg velt þessu fyrir mér og ég ekki nasisti, kemur í ljós, þú veist. En sumir eru fastir þarna í þessu skotgröfum. Hreinleika samfélags, ég veit það ekki. Ég veit ekki eins og hvaðan, Gunnar Smári, hann bara að taka viðtal þarna, skilur, hann maður getur alveg en hann vissulega fattar ekkert hvað í gangi í útlendingamálum, hann hefur aldrei fattað það almennilega, hann fattar alveg margt annað sko í samfélaginu, mér finnst hann öflugur pælari sko á mörgum sviðum sko, en hann fattar þetta ekki. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.